Þorvaldur Gylfason, gjörðu svo vel. Já, formaður, góðir fulltrúar. Mig langar að gera 2 athugasemdir. Fyrst stjórnarmyndunargreinina. Þar forseta Alþingis falið frumkvæði að stjórnarmyndun, en annars staðar í tillögunum kemur fram að Alþingi kýs sér forseta með 2/3 hlutum atkvæða í upphafi hvers kjörtímabils. Ég sé fyrir mér í ljósi reynslunar að Alþingi geti átt mjög erfitt með að koma sér saman 67% meirihlutastuðningi við þingforseta áður en menn hafa hugmynd hvers konar meirihlutastjórn verður mynduð. Þarna sýnist mér vera boðið upp á hættu á töfum á strandi, og það þess vegna sem ég ennþá þeirra skoðuna sem ég hef lýst áður, og það hefur Ómar Ragnarsson einnig gert og aðrir, að betra væri að forseti Íslands héldi því frumkvæði að stjórnarmyndunum sem hann hefur í gildandi stjórnarskrá. Ég bið menn enn að velta því vel fyrir sér. Hitt atriðið varðar möguleikan á skipun utanþingsstjórnar. Við Ómar höfum flutt margar ræður málið hér í ráðinu. Ómar nú síðast áðan. Mál hans gat varla skýrara verið, því að saga Íslands veitir svo skýra leiðsögn hætturnar sem að fylgja því ef forseti Íslands hefur ekki heimild til þess að grípa fram fyrir hendurnar á stjórnmálamönnum sem geta ekki talast við. Og þess vegna ætlum við Ómar að endurflytja þá breytingatillögu sem við fluttum hér formlega fyrir nokkrum vikum, en sem við sjáum ekki nein merki að B-nefndin hafi fjallað og ég bið formann B-nefndar að skoða í því ljósi þau orð sem ég hafði hlustun B-nefndarinnar áðan. Við langar einnig að boða breytingatillögu frá Gísla Tryggvasyni og Pétri Gunnlaugssyni og mér ákvæðin sem við töluðum áðan. Takk fyrir.